þá þetta eiginlega komið. Já, þá þarf saltkjötið ekki meira til sín. Nei, og það bara mallar þarna. Svo bara mallar það og við látum það hafa sinn gang. Nú þá, eftir smástund skellum við hérna meira grænmeti í sem það þarf ekki nema rétt að koma upp suðan á. En nú eitt aðal viðfangsefni, það undirbúa hérna meðlætið, útálátið. Já, útálátið. Ef maður kallaði það. Já. Og hér ég með sem sagt þessa rót sem að við snirtum þá og rífum niður. Já. Myndar grunninn í sósuna og gefur bragðið. Í sósuna. Margrét. Og þetta miklar æfingar því þetta þarf svo að rífa niður og svona og passa að skera ekki af sér puttana. Passa það með það ekki? Já, ég reyni það. Þetta hvaða rót þetta? Piparrót? Þetta piparrótin, já. Sem sótthreinsandi. Hún heitir einhverju voðalega fínu nafni á útlensku, ég man nú ekki hvað það einu sinni. Herri Margrét, það svo gaman að hafa ykkur hérna og margar spurningar sem koma. Hvernig skýrir þú þetta fylgi hjá Steingrími og Kó? Á ég að byrja á því aftur að segja hvað hann glæsilegur og allt það? Hvernig stendur að þetta orðið næstasti flokkurinn? Hver ástæðan? Já, það getur náttúrulega legið margar ástæður þar, en ef að ég þekkti það þá væri þetta Samfylkingin en ekki Vinstri grænir sem væri á þessari uppleið ef ég þekkti ástæðurnar. Því þá var ég auðvitað búin að koma því til skila innan Samfylkingarinnar. En það kannski, það mjög margir sem halda því fram af þessum sérfræðingum sem alltaf að velta fyrir sér skoðanakönnunum að þetta sé meðal annars vegna Fljótsdalsvirkjunar og afstöðuna þar. En það ekki eitthvað meira? Já, örugglega það eitthvað meira. Og eins og ég segi, það eru ástæður sem ég kann bara ekki. Það hljóta að vera margþættar. En það mikil umræða meðal þjóðarinnar núna umhverfismál og Steingrími hefur tekist það sem ég hef aldrei trúið á meðan við vorum saman í flokki að merkja sig sem umhverfisverndarsinna. Nei, hann svona. Ég hef aldrei trúið því á meðan við vorum saman í flokki, Nei, hann bara... En við erum alltaf að færast nær hvort öðru aftur. Þannig að það er þá möguleiki, Margrét, í sjálfum sér ekki sem myndi kannski neita því að þú færi bara yfir til Steingríms. Já, ég held að þetta verði ekki þannig að ég fari yfir til Steingríms eða Steingrímur komi yfir til mín. Ég held að smátt og smátt muni það nú gerast að þessi flokkar starfi saman og vonandi bera vinstrimenn gæfu til þess og líka þeir sem eru í Framsóknarflokknum að sameinast í stórum flokki. Sem ég veist að ég hef áhyggjur af því að það fara allt í vitleysu hjá henni Margréti í eldamennskunni að það þrasa svona í hennum pólitík. Ég veit það, nefnir þetta í hug ekki Nei, það allt í lagi með mig. Ég hef hins vegar aldrei heyrt svona langa útskýringu á því að sjóða saltkjöt. Nei, hann með svona einhver alls konar viðbrigði við þetta, hann Steingrímur. Já, ég hlakka til að smakka. En ekki raunar, ég held svona ef ég var að hreinskilinn, ekki meiri líkur á því að Guð komi til jarðarinnar heldur en að vinstrimenn sameinist? Eða svipaðir? Á ég segur alveg eins og að ég hef verið að hugsa dálítið þetta, þessa þrálátu umræðu þessa sameiningu, eins og allt snúist hana. Mér finnst stundum að þetta sé eins og einhver vírus sem hafi gengið yfir og nú á að leysa öll vandamál bæði atvinnulífinu og stjórnmálum með sameiningu. Svo koma önnur ár og þá verður kannski stefnan og tískan og straumarnir og umræðan og þveröfugum nótum. Þetta auðvitað þannig bara út allan heima. Það eru margir flokkar í stjórnmálum allra landa sem búa við fjölflokkakerfi, ýmist til hægri eða vinstri. Og þetta verður að hafa sinn gang út frá málefnum og sögulegum ástæðum og öðrum slíkum hlutum. Og við eigum ekkert að gleyma því að lokum að það er til voðalega einföld lausn á þessu öllu. Voðalega einföld. Kjósendur á þessu. Kjósendur á þessu. Með atkvæði sínu ákveða þeir hvað flokkarnir eru margir og stórir. Og það er nú það ágæta sem við þetta kerfi þrátt fyrir allt. Og mistökin sem að menn hafa gert... Þetta er nú samt þannig, þetta er ekkert ný umræða. Nei, en mistökin... Hún er búin að eiga sér stað mjög lengi. Já, en akkur þurfu, ég segi þetta einhver, akkur þarf að vera sameina. Það er gaman að vera svona... Sundruð? Ekki sundruð en svona... Ég held að það við miklu meiri möguleika að ná fram þeim baráttumálum sem að vinstrimenn standa fyrir ef við sameinumst. En hvað er nokkuð til? Það eru miklu meiri líkur til dæmis á því að það verði til súpermáltíð þegar Steingrímur sameinust að elda. Þið eru nú að því. Já, við erum að byrja. Þetta, eins og ég segi,
þjóðin á eftir að þakka þér. Ég vona það. Þegar að hérna vinstri menn sameinast, fyrsta skref í stíi hér. Það á ekki að vera að rugla því saman að menn geta unnið saman og átt samleið margt og annað ekki eins og gengur. Og það er gott að þeir sem eru algjörlega sammála þeir séu saman í flokki, en menn eiga heldur ekki að færa þetta út í öfgar og reyna að þvinga saman áherslur sem ekki eiga Þetta er bara eins og svona að neyða fólk til að búa saman erfiðu hjónabandi, hefur það ekki gefið það góður? Nei, en það þarf nú heldur ekki að vera þannig að menn séu alveg 100% sammála í stjórnmálaflokki. Það verða nú að vera svolítið svona lifandi umræður og skipta skoðanir og það var nú aldrei í Alþýðubandalaginu. Heldur betur. Jæja, aldrei nokkuð tímann hægt að klára að álykta stóru mál því að við tókum svo á. Og rifust vel. Sitt hvor áttina. Ég held sko að mistökin liggi í því að menn hafa haldað í þessari sameiningu sé fólkið svona eitthvað praktískt verkefni eins og að grafa skurð. Það er að sameina stofnanir. En það er bara misskilningur. Sko sameiningin þarf þá að ná til stuðningsmannana. Það þarf að vera hægt að sameina kjósendurna á bakvið eitthvað grundvöll sem að höfðar nú vel til þeirra. Það er okkar verkefni. Þá hefðum við líka átt að byrja á því. En eigum við ekki að elda þennan mat hérna? Já, við skulum fara að, hvað sér um að þetta ekki að koma hér? Jú, þetta er búið. Nú vantar mér bara skeið hérna til þess að... Til að... En ætlar ekki að bragðbæta þetta eitthvað meira? Nei. Viltu það? Ertu búin að smakka? Já, nei, ég er ekki búin að því. Bara smakkaðu, ef þú vilt kannski fá þetta sterkari. Nei, ekki, ég bara... Ég er þannig að ég vil láta humarbragðið halda sér aðeins. En hvað með smá hvítvín? Já, það væri fínt. Ef þú átt að ég held bara... Þetta er nú gott hjá henni, Þetta er ekki